Alexandra, bara svona hvernig fer ykkur hérna í Stara Passoa í Serbíu? Já, bara mjög vel, næs veður, ekkert of heitt og já, góðar aðstæður, flottar aðstæður. Ekkert of heitt, ertu eitthvað að rugla það? Það er eitthvað 40 gráð hiti í dag, þú veist, ertu vön þessu það? Nei, alls ekki. Ég er kannski smá frá Ítalíu en ekkert þannig. Hvernig hefur bara gengið að æfa í hitanum? Bara ágætlega, við já, bara fínt, það er vatnspása á 5 mínútna fresti liggur við og svo fá við frá sjúkraþjálfarunum kælingu og þannig þetta er bara allt í lagi, æfum snemma. Vera að skella sig í ísbað og eitthvað svoleiðis eða eitthvað? Jú, það eru einhverjir að vinna með ísbúðið, þannig að aðeins að kæla sig þetta dræfingar. Er ekki bara fínt samt einhvern veginn að venjast þessu hérna áður en farið þetta til Sviss? Jú, það ekki, þetta er örugglega svona 9 gráðum heitara niður í Sviss, þannig að þetta verður örugglega bara voða næs að fara yfir og fara í kulda. Hvernig bara svona líður bara með stöðuna á hópnum núna það stuttur í mót? Það er mjög stemmingin í hópnum bara rosalega góð. Ég veit maður segir þetta alltaf og þetta er alltaf eitthvað svona klísja að segja þetta, en mér finnst þannig í alvörinu bara rosalega góð og ótrúlega gott að koma og þetta er bara fínn staður hérna til að vera, bara liðið saman og það er ekkert mikið í kring og það er ekkert áreitið eða neitt svoleiðis, þannig að þetta er bara mjög, mjög fínt. Það er einmitt bara ekkert inn í kringnum, bara eitthvað bílaverksmiður og eitthvað svona út? Nei, einmitt, þannig að bara í alvörinu ekkert inn í kring, þannig að þetta bara þéttir hópinn ennþá meira og njótið saman á kvöldin, bara hópinu saman, sko. Hvað eru það að gera bara svona í frítímanum þegar eru eitthvað æfingum eða fundum eða eitthvað svoleiðis? Núna á kvöldin hefur Lofaland verið að koma sterkt inn, þannig að við erum nokkrar sem horfum saman, þannig að já. Nýja breska þáttaröðin þá að slá í gegn eða? Já, það var einmitt samkomlega að byrja ekki að horfa áður en að við kemum hingað, þannig að það er allir saman. Eru þið ekkert að reyna að draga steina með ykkur í að horfa þess að þetta eða? Við erum búin að reyna á ása, sko, það er alveg að koma. Er það líklegra? Já, ég held að aðeins líklegra. Þarna, já, eins og segjum, nú stutt í Evrópumóti, leikur á morgun á móti Serbíu á svæðinu. Það er allt bara hérna á sama svæðinu, hótelið, völlun og svona, er þetta ekki bara býsna þægilegt eða? Jú, þetta er bara mjög fínt ástæðan, bara fínar aðstæður hérna og völlurinn bara fínt, sko, held ég. Við erum bara æfingasvæði, en hann lúkkar bara voðalega vel utanfrá og þetta verður bara mjög fínt. Skoraði nú þegar við spilum hérna síðast, er það eftirminnilegt mark? Já, mjög eftirminnilegt mark, setjum ofalega, þetta er eitt af minnum flottustu. Þetta var svona, þetta var svona einhvern veginn, bara ítti boltinu basically yfir Lillu, eða ekki? Jú, þau telja samt jafn mikið, sko, þannig að já, ég vonandi að endurtaka leikinn á morgun. Getum við ekki bara búist til hörkuleik á morgun? Jú, Serbarnir er með gott lið, komumst upp í A-deild núna og í þjóðdeildinni. Og jú, að vantar kannski einhverja leikmanni á þeim, en samt bara hörkulið, flottu þjálfara og flottan hóp. Það vilja vantilega bara hefna sín eftir tapið síðast á móti okkur? Jú, ætli það ekki, ég trúi ekki öðru. En já, bara góður undirbúningur hérna fyrir mótið að vera hér og æfa og spila náleik? Já, mjög. Bara, já, náum að fara vel yfir hluti og eins og segi, engin utanaðkomandi áreiti eða neitt svoleiðis. Þannig að þetta er bara... Þú erum spennt að fara yfir til Sviss? Það verður gott að komast yfir. Það var fínt að klára leikinn á morgun og komast svo yfir. Ég held að það verði bara flott. Hvernig er annars bara tilfinningin að vera að leiðina sitt annað stórmót með íslenska landsliðinu? Já, bara rosa stolt, rosa mikill heiður. Það er ekki oft sem einhver kemst á stórmót og hvað þá í annað skiptið, þannig að það er mjög stolt. Er þetta ekki eitthvað sem maður dreymir þegar maður er lítill? Jú, 100%. Ég held að næstu örugglega bara allar í hópnum bara dreymtum að fara á stórmót og það er svo bara að gerast. Í 4. skipti fyrir sumar og svo 1., 2., 3. fyrir einhverjar aðrar. Þið voru nokkrar að spila á eitthvað fyrsta stórmóti síðan sem eru að fara á eitthvað annað mót núna. Heldur að þið takið ykkur bara mikla reynslu frá síðasta mótið? Jú, ekki spurning. Maður er náttúrulega líka bara búin að þroskast sem leikmaður. 3 ár síðan að mótið var og maður er kannski öðruvísi hlutverki núna en maður var þá og þannig að þetta er bara svona allt annað að fara inn í þetta, myndi ég segja. Nokkri reynsluboltar líka í hópnum sem mæntanlega miðla reynslu sinni, Glódís og Dagný að fara á sitt 4. mót? Já, einmitt. Náttúrulega munar öll að vera með svoleiðis reynslubolta í hópnum sem geta svona, já, einmitt, bara miðla reynslu til leikmanna og svoleiðis, þannig að það bara munar öll. Kristjánsdóttir-tengingin í hópnum, hún er býsna sterk? Jú, hún er það. Ég fekk einmitt skot frá Karolínu á hana æfingu að við værum ekki Kristjánsdóttir. Ég hef ekki verið með Kristjánsdóttir lingó núna, sko. Þannig að hún er bara góð, svo sterk og góð, svo tenging. Það er ekki líka, það er ekki bara í leikmannunum, það er líka í starfsteiminu, það er ekki tinna í teiminu? Já, við fáum alla með okkur í landslið sem komið Kristjánsdóttir. Nei, jú, þetta er náttúrulega bara geggjað, þetta er svolítið galið að við séum alltaf þarna saman í Kristjánsdóttir og svo alltaf saman hérna líka. En við erum alltaf ekki að koma ógeð okkur annar ennþá, þannig að það er bara flott.
Kalla var að segja í gær að hún hefði bara verið skömmu daginn og tala íslensku í klefanum, þetta var orðið svolítið mikið. Já, úti, já, það er svolítið mikið, við hefum fengið nokkru sinnum að heyra það væri ekki í lagi að tala íslensku, hvað þá á æfingum heldur, þannig að kannski þarf að fara að bæta það. En hvernig hefur bara svona tíminn í Svíþjóð verið, bara búið að vera skemmtilegt? Það er bara búið að vera mjög gaman. Ég líður voðalega vel og liðin er að hafa smá bras í byrjun en liður bara góður í siglingu núna, við erum með hörku lið, þannig að við spilum flottan fótbolta og já, við líður mjög vel. Þeir eru bara núna í hörku baráttu, við komið á skriði eftir pásuna og eru bara í 4 stundum frá toppnum. Já, við erum með hörku lið og eigum alveg að vera þannig uppi, sko. Þannig að þetta er ekkert, fyrir okkur ekkert skrítið og við settum okkur stór markmið fyrir tímabilið. Þannig að við bara vera það sem við eigum að vera og finnst við eigum að vera ofar. Markmið fyrir EM, það ekki bara einfalt? Það eru allir á sömu blaði með því að markmiðið okkar er að komast upp á riðlinum og það væri náttúrulega bara skrítið að setja sér ekki það markmið. Við erum með flott lið og flottan hóp og í góðum riðli en samt það getur bara allt gerst. Þannig að markmiðið okkar bara klárt. Það er skýrt. Takk fyrir að tala, Sandra, og gangi vel.